Ég heiti Berglind Hólm Ragnarsdóttir og ég lektor við hug- og félagsvísindasvið við Háskólann á Akureyri og ég að rannsaka stöðu láglaunakvenna á Íslandi í dag. Ég sem stendur að leiða rannsóknarhóp sem að vinna nokkuð viðamikilli rannsókn á andlegri og líkamlegri líðan kvenna á Íslandi eftir stéttastöðura. En eina ástæðan fyrir því við ákváðum að skoða stöðu íslenskra kvenna út frá stéttastöðura er vegna þess að í rannsóknum á ójöfnuði, bæði hérlendis og erlendis, það hefur lengi verið megin áherslan á að skoða ójöfnuð milli ólíkra hópa, milli til dæmis karla og kvenna. En þegar við gerum það, þá erum við auðvitað svolítið að alhæfa fyrir allar konur eða alla karla. En þetta er ekki einsleitir hópar. Konur eru til dæmis ekki einsleitur hópur. Og rannsakendur á sviði ójöfnuðar hafa í seinni tíð bent á að vaxandi ójöfnuður sem við sjáum í samfélaginu í dag er að miklu leyti að gerast innan hópa. Eins og meðal kvenna til dæmis. En þetta hefur bara ekki verið mikið rannsakað hér á Íslandi. En við fengum styrk frá Jafnréttissjóði Íslands, Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri og Byggðastofnun til að skoða líkamlega og andlega líðan kvenna á Íslandi í tengslum við bæði fjölskyldu og atvinnulíf. Og við skoðum þetta eftir stéttastöðu þeirra, en einnig eftir upprunalandi, eftir búsetu, eftir aldri og svo framvegis. Og í maí 2022 lögðum við fyrir spurningalistakönnun fyrir 3000 konur á aldrinum 25 til 64 ára og erum að byrja að greina niðurstöðuna núna. En fyrstu niðurstöður sýna okkur til dæmis að láglaunakonur eru líklegri til að upplifa mjög alvarleg einkenni klínísks þunglindis, kvíða og streitu heldur en konur sem eru með meðaltekjur eða hátekjur. Næsta skrefið í rannsókninni er svo að taka djúpviðtöl við 30 láglaunakonur og reyna þar að ná fram aðeins betri eða dýpri skilningi á reynslu þeirra af samþættingu, fjölskyldu og atvinnulífs en líka reynslu þeirra af velferðarkerfinu á Íslandi. En láglaunakonur eru heldur ekki einsleitur hópur. Í þann hóp falla einstæðar mæður, öryrkjar, konur af erlendum uppruna og svo framvegis og við teljum því bara mjög mikilvægt að skoða þennan hóp sérstaklega í tengslum við velferðarkerfið til við getum metið kannski hvernig þarfir þessarar ólíku kvenna eru og séð hvar við erum mögulega að bregðast þeim í kerfinu.